Velkomin í smiðjuhornið okkar! Á 14. öld tóku Englendingar völdin á Norðurhöfum. Í stað lítilla skipa komu stór útvarpsskip sem auðveldlega gátu siglt milli Íslands og Englands. Raunar var það svo auðvelt fyrir Englendinga að sigla hingað að sjálfur Noregskonungur, sem réði yfir Íslandi, hélt að Ísland hlyti að vera mjög nálægt Bretlandseyjum og á fyrstu heimskortunum sem sýna Ísland það var kolvitlausum stað rétt hjá Írlandi. Íslendingar voru ekki nema mátulega hrifnir af veiðum Englendinga við Ísland en umbáru þær vegna þess að þeim fylgdu gjarnan viðskipti og þar fengu Íslendingar tækifæri til að eignast vörur sem þeir gátu annars ekki. Árið 1432 kemur fyrsta þýska skipi til Íslands. Þá voru Englendingar þegar búnir að koma sér vel fyrir. Áttu Þjóðverjar mun vinsælli meðal Íslendinga. Þeir borguðu meira fyrir þurrkaðan fisk eða skreið, enda fengu þeir hátt verð fyrir fiskinn út í Evrópu, aðallega vegna þess að kristin trú leyfði að fiskur væri borðar á föstunni, ólíkt flestum öðrum mat. Englendingar þóttu líka þjóðóttir og erfiðir í samskiptum. Svo fór á endanum að Englendingar töpuðu nærri öllum höfnum sínum til Þjóðverja. Hér þó rétt að taka það fram að við erum ekki að tala eiginlegar hafnir. Höfn staður þar sem skip getur lagt að landi. Á nær öllum stöðum var aðeins viðlegu að ræða. Það var hægt að leggja akkeri nærri landi en svo var róið milli skips og lands í litlum bátum. 1480 ráku Þjóðverjar Englendinga frá Hafnarfirði og Straumsvík og fóru að reisa byggingar í Hafnarfirði, bæði kirkju og vöruskemmur. Þeir kölluðu staðinn Flensborg. Hafnarfjörður hafði fram að því verið aðalhöfn Englendinga. Nú þurftu þeir að sætta sig við höfn nr. 2, Grindavík. Næstu ár skiptust Englendingar og Þjóðverjar á að ræna og eyðileggja skip hvor hjá öðrum. Árið 1532 var svo Grindavíkurstríðið sem markar endalok ensku aldarinnar og upphaf yfirráða Þjóðverja. Árið 1532 var slæmt fyrir Englendinga. Þjóðverjar höfðu tekið af þeim básenda, eina af fáum aðalhöfnum sem þeir áttu eftir. Þar höfðu þeir sigrað Englendinga með mikilli kænsku. Þá vorið kom til Íslands enskur maður sem hét John Bray, kallaður Jóhann Breiði. Jóhann Breiði var eins og aðrir Englendingar, fúll út í Íslendinga sem honum fannst vera í liði með Þjóðverjum. Hann bannaði öll viðskipti við þá þýsku og hótaði mönnum öllu illu. Heimildir segja að hann hafi pyntað að minnsta kosti einn íslenskan mann, reynt konu og geymt hana úti í skipi hjá sér á meðan hann geymdi eiginmann hennar í hlekkjum, svo hann væri ekki með vesen. Þá komst hann að því að maður einn hefði verslan við Þjóðverja og refsaði honum með því að taka hluta af eignum hans. Á Bessastöðum sat fulltrúi konungs, Diðrik af Minden, fólketi. Hann smalaði saman her sem var líklega nærri 300 manns við Þórðarfell ofan við Grindavík. Í hópnum voru þýskir menn af mörgum skipum, Íslendingar af Suðurnesjum og nokkrir Danir. Þeir ákváðu að lauma til Grindavíkur og drepa þar alla Þjóðverja sem þeir fundu. 2 nótt, aðfaranótt 10. júní 1532, laumaðist herinn niður á sjó. Jóhann Breiði hafði látið reisa virkið því hann bjóst við átökum. Hann hélt þó að beðið væri eftir liðsauka frá Þýskalandi. Þetta kvöld var hann í landi ásamt fálkatemjara enska kóngsins, en sá var líklega á landinu til að veiða fálka. Þeir höfðu setið yfir mat og drykk og áttu mjög erfitt með að vakna þegar hópurinn sem á þá réðst kom öskrandi inn í virkið. Bardaginn í virkinu var stuttur. Jóhann var brytjaður niður og farið mjög illa með lík hans. Allir sem með honum voru, þar á meðal fálkatemjarinn, voru drepnir. Alls voru það 15 menn. Á sama tíma hafði árásarhópurinn róið að skipunum og gert árás á þau. Þar voru flestir Englendinganna, 1 skip náðist og var hertekið. Annað skip fórst þegar það strandaði á flótta en 4 skip sluppu burt frá Grindavík. Konungur Englands, Hinrik VIII, skrifaði bréf eftir þetta og kvartaði undan því sem gerðist hafi. 2 bréf eru varðveitt sem hann skrifaði sjálfur. Þarna höfðu Englendingar barist við Þjóðverja, Dani og Íslendinga. Þetta var stór alvarlegur atburður sem hafði mikla eftirköst. Svo fór á endanum að gerðir voru friðarsamningar milli Þýskalands og Englands. Raunin var samt sú að völd Englendinga á Íslandi voru á þrotum.